Bogi Nilsson hefur ákveðið að hætta starfi sínu fyrir ríkissaksóknara rannsókn á starfsemi bankanna fyrir hrun þeirra. Bogi Nilsson hefur ákveðið að hætta starfi sínu fyrir ríkissaksóknara en það félst í því að afla heimilda hvort ólöglegt athæfi hefði átt sér stað innan bankanna á síðustu mánuðum fyrir hrun þeirra. Það eru aðeins 12 dagar síðan ríkissaksóknari skipaði Boga Nilsson til að afla staðreynda starfsemi bankanna, einkum á síðustu mánuðum fyrir hrun þeirra. Markmiðið var að kanna hvort eitthvað hefði verið framkvæmt innan þeirra sem gæfi tilefni til lögreglurannsóknar. Í bréfi sem Bogi sendi frá sér nú í kvöld segist hann ekki njóta almenns trausts til að sinna starfinu. Bogi segir ennfremur að aðeins örfáir hér á landi búi yfir sérfræðiþekkingu og tiltrú til að sinna nákvæmri úttekt á bankastarfseminni. Ennfremur að hann treysti sér ekki til að stýra verkinu nema erlendir sérfræðingar verði ráðnir til rannsóknarinnar. Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari segist skilja mæta vel ákvörðun Boga því engum hafi dulist gagnrýni sem hann og Bogi hafi sætt í starfi sínu. Nú sé verkið hins vegar í upplausn. Að þessu vorum við að vinna að þrengja rannsóknarandlagið og undirbúa það að hægt væri að leita tilboða hjá þessum erlendu aðilum. En þetta margra tuga, ekki 100 milljóna verkefni og það þarf að vanda það og við vorum bara að vinna að því. Hann vísar líka í orð Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar að þingið þurfa að koma að þessari rannsókn. Er það líka eina megin ástæðan fyrir því hann segir sér frá verkinu? Nei, það alls ekki. Hins vegar var það ljóst að þegar dómsmálaráðherra skrifaði bréf sitt 15. október að þá var svona meira að kortleggja stöðu bankana og eignastöðu þeirra. Síðan þá búið að renna mikið vatn til sjávar og forsætisráðherra og utanríkisráðherra lýstu því yfir að þeir teldu að erlendir aðilar þyrftu að skoða vinna skýrslu eftirlitsstofnanir og ráðuneyti, þannig að það var ljóst að þetta létt allavega nokkra vinnu. Ríkissaksóknari hefur hætt rannsókn á starfsemi viðskiptabankanna í aðdraganda hruns þeirra. Hann segist ekki vera vanhæfur en vill bíða eftir sérstökum saksóknara í verkið. Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari hefur hætt rannsókn á gagnaöflun embættisins á starfsemi viðskiptabankanna. Hann segist þó ekki vera vanhæfur vegna sonar síns sem forstjóri Exista. Þessi yfirlýsing Valtýrs kemur fram í bréfi sem hann skrifaði dómsmálaráðherra í dag. Fyrir 2 dögum sagði forveri Valtýrs í embætti ríkissaksóknara Bogi Nilsson sig frá þessu verki þar sem hann taldi sig ekki njóta nægilegs trausts. Á það hefur verið bent að synir þeirra Boga og Valtýrs eru báðir lykilmenn í íslensku viðskiptalífi. Sonur Valtýrs forstjóri Exista sem var stærsti hluthafinn í Kaupþingi. Ég held að það komi nú nokkuð skýrlega fram í bréfinu. Þessu var markaði mjög þröngu tímarammi, síðasta lagi til ársloka 2008 og svo kemur fram í bréfinu líka að það hefði staðið til á hálfu dómsmálaráðuneytisins að grípa til annarra ráðstafana eins og það að setja á stofn sérstakt embætti sem færi með rannsókn þessara mála og eftir atvikum saksókn. Valtýr segist skilja ákvörðun Boga Nilssonar vegna þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið. Ég ber hins vegar ríkari skyldur og þarf að taka til athugunar bara vanhæfi skilir laga ef ég ætti að segja mér eða telja mig vanhæfan í málinu en svo ekki. Ertu ekki vanhæfur? Ég ekki vanhæfur í að safna gögnum og kortleggja stöðuna, nei. En það hefur verið bent á að sonuðinn, hann lykilmaður í íslensku fjármálalífi, rétt eins og sonur Boga? Ég náttúrulega, Bogi bara ræður hvort að hann nennir að standa í þessu lengur en ég náttúrulega hef ríkari skyldum að gegna þessu sagði og sonur minn ekkert undir rannsókn, þetta bara 1000 annar fyrirtækja sem höfðu viðskipti í banka eða áttu hlut í banka. Þannig að staða sonar þíns hefur ekkert með þessa ákvörðun að gera? Nei, hún hefur ekkert með þessa ákvörðun að gera.